Góðir bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og bæjarreitur sem hér í sali á bæjarskrifstofunum á Reyðarfirði. Ég býð ykkur velkomin til 255. funda bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segja hann settan. Hér á dagskrá í dag eru fundargerðir bæjarráðs nr. 582, 583 og 584. Þær verða teknar saman til umræðu og atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir því andmælum. Skipulags- og umhverfisnefndar nr. 216, menningar- og nýsköpunarnefndar nr. 5, fræðslunefndar nr. 61, íþrótta- og tómstundunefndar nr. 53, félagsmálanefndar nr. 115, framkvæmdaráð hjúkrunarheimila nr. 7 og barnaverndarnefndar nr. 90. Þá eru hér líka 5 almenn mál. Það er fyrst tillaga frá stjórnkerfisnefnd sveitarfélagsins sem hefur verið að störfum og verður áfram að störfum. Síðar umræðan lögreglusamþykkt fyrir Fjarðabyggð, fyrri umræðum umferðarsamþykkt fyrir Fjarðabyggð, staðfesting á reglum vinnuskóla Fjarðabyggðar og síðan afturköllun á tilnefningu í stjórn Félagsgjafar frá Austurlands því að urðu smá ágreiningsmál á milli okkar og SSA þetta mál. Það sem heitir tilnefnt í gegnum aðalfund SSA og það hefði bara einfaldlega, þannig að það lítið mál, þannig að við tökum því bara eins og hverju öðru. Það búið að tilnefna fundina á Fjarðabyggðar sem hafa tekið sæti, munu taka sæti, en það aðalfundur héraðsskjalasafns hefur ekki farið fram og erum ýmis að taka fyrir þann fund. En ég ætla að nota þetta tækifærið og bjóða velkomin nýjan varabæjarfulltrúa, því mér láðist það hér á síðasta fundi. Ég gleymdi að bjóða Magna Harðarsson velkomin sem var að þá taka fyrst skipti sæti sem varamaður í bæjarstjórn fyrir hönd Fjarðalistans. Fannst ég hafa verið með hann fyrr en gerði það svo eftir á. En Heimir Gylfason er hér kominn sem varamaður fyrir Sjálfstæðisflokkinn á sinn fyrsta fund. Ég býð það velkomin á bæjarstjórnarfund og þá göngum við til dagskrár. Og það eru fundargerðir bæjarráðs áður nefndar 3 frá 582, 83, 84 og orðið í laust þær. Eydís Ásmundsdóttir er beðin orðið, gerð svo leiðis. Forseti, bæjarstjóri og ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að fara hérna yfir nokkur atriði í fundargerðum bæjarráðs. Á fundi bæjarráðs nr. 582 og 583 mættu formenn fastanefnda ásamt sviðsstjórum og fóru við stöðu í vinnu í starfs- og fjárhagsáætlunum í sínum nefndum og vinna heldur áfram og munu rammar nefndanna koma tilbaka fyrir næsta fund bæjarráðs og fyrir umræða fjárhagsáætlunum í bæjarstjórn verður svo 1. nóvember. Liður 2.1 og 3.1 í fundargerðum 583 og 4. Stjórnkerfisnefnd hefur verið á störfum og lagðar verða til breytingar á 3 sviðum. Það verður farið vel yfir þetta mál hér á eftir í lið 11 undir önnur mál. Liður 2.8, það er samstarfssamningu vegna landsmóts 50+, en það er ánægt að segja frá því að það mun vera haldið í Neskustað í júní 2019 og lögð voru fyrir drög að samstarfssamningi á milli UMFÍ, UJA og Fjarðabyggðar vegna mótsins. Liður 2.9, tilkynningu meðferð máls meints ólöglegs athæfis á Stöðvarfirði. Þetta mál hefur nú fengið mikla umræðu og hefur tekið mikla umræðu hér í bæjarstjórn ásamt því mikla athygli í fjölmiðlum, en við bókum í bæjarráðinu það bæjarráð lýsir furðu sinni á inntaki erindis umhverfisstofnunar og fordæmir afgreiðslu ávítur stofnunarinnar. Bæjarráð ásamt bæjarstjóra óska eftir fundi með forstjóra umhverfisstofnunar til að fara yfir samskipti og ferla mála stofnunarinnar og það er verið að vinna því og við erum í samskipti við umhverfisstofnun til að finna fundatíma. Liður 2.11, þá var samþykkt tillaga að Karl Óttar Pétursson bæjarstjóri verði aðalmaður í stýrihóps háskólaseturs eftir næsta fund stýrihópsins og mun þá taka við af Einari Má Sigurðarsyni. Komin í fundargerð 584, þar voru við að skipa tilnefna aðalfulltrúa í stjórn Heilbrigðiseftirlits Austurlands.
hann Jón Björn Hákonarsson og til vara Hjördísi Helgu Seljan Þóroddsdóttir. Ásamt því tilnefnir Fjarðabyggð fyrir fulltrúa til setu í heilbrigðiseftirlitinu fulltrúa náttúruverndarnefndar og tilnefnum við þar Kristínu Ágústsdóttur sem aðalmann og Helgu Hrönn Melsteð sem varafulltrúa. Á þessum fundi 584 var bókað málefni hitaveitu Fjarðabyggðar sem bæði að meir og minnihluta og ég vil beina því til þeirra íbúa á Eskifirði sem telja sig hafa fengið óvenju háa reikninga eftir álesturinn sem var núna síðast og sem þeir vera ósátt við þessar reikninga að leita til fjármálasviðs Fjarðabyggðar og þar munu mál þeirra verið tekið til skoðunar og beint þá í rétta átt. 8 einstaklingar hafa þegar komið og beðið að reikningarnir þeirra séu endurskoðaðir frá því að reikningar voru sendir út síðustu mánaðamót. Og einnig vil ég ítreka að þegar búið samþykja að skipt verði út rennslismælum og það mál í ferli. Sendar verða út leiðbeiningar til íbúa viðhald og umhirðu tengigrinda. Það hefur einnig verið gert áður og þessar upplýsingar verða einnig settar inn á heimasíðuna. Þegar hefur verið farið í rekstrarúttekt á veitunni og sú úttekt var kynnt á íbúafundi á Eskifirði 2016. Þakka fyrir Dís. Rúnar Már Gunnarsson við beðum orðið í gerðsvör Rúnar. Bæjarstjóri, góða fundarmenn. Við höfum verið að vinna núna undanfarið í fjárhagsáætlunum og ég vil bara árétta það hérna með okkur að við erum að reyna að vera, og ég spyr líka, erum við örugglega öll á sömu blaðsíðunni í þessu? Fjárhagsáætlun fyrir A-hlutan og A-hlutin mjög illa staddur í Fjarðabyggð. Sviðsstjórarnir keppast til að fá meira peningum og ég vil bara ræða það við ykkur öll sömul að við verðum að vera sömu blaðsíðu. Skuldastaða A-hlutans 161% og það alveg óviðunandi. Það versta útkoma öllu í Íslandi. Miðað við það sem við erum að fara fram á núna í rekstrinum að við ætlum bara að halda áfram að hjakka í sama farinu. Við getum það ekki. Þannig við verðum að skera verulega niður til þess að geta það haldið áfram. Að öðru leyti hjökkum við bara í sama farinu. Við erum að lifa núna í mjög mikil góðri tíð og ef við notum hann ekki þá komumst við ekkert út úr þessu máli. Það eru svona ýmis mál sem ég hef mikinn áhuga á að verði farið í fjárhagsáætlun og ég veit ekki hvort við hefum að kalla hann ESU-nefndin ennþá, ég hefum að kalla hann ennþá ESU-nefnd. Já, þá kallum við hann ESU-nefndin. Hún hefur með viðhald fasteigna að gera. Og ég veit ekki hvort að við erum hreinlega bara með rétt fólk í þessu, því að ég held að þau sjáu ekkert hvað að. Gamli maðurinn sem við erum með hérna, sem styttist nú í hann farið í Breiðablik, hann ætti að fara að kíkja á þangað og hvernig hlutirnir eru áður en að lendir þangað. Ég ætla að vona líka að þeir setji nú inn í ESU-nefndinni að bera á sólpallana hjá gamla fólkinu, sem ég bauðst til að gera í vor fyrir ekki neitt, því var hafnað vegna þess að þeir ætluðu bara að gera þetta snöggvast. Það ekki búið að því enn. Innréttingarnar þar inni eru síðan 1940. Þú þarft að skríða niður í skápana til þess að komast inn í þá og fá þér á stól til að komast upp í efri skápana. Þetta þetta ekki í lagi. En ég veit að þeir hjá ESU-nefndinni, þeir sjá þetta ekki, frekar heldur en ruslið og draslið sem að þeir moka upp úr gangbrautum og öðru og skilja eftir í haugum. Það ekki bara ég sem keyrir fram hjá þessu, ég er farin að fara efri leiðina. Bæjarstjórinn keyrir fram hjá þessu alla daga, forseti bæjarstjórinn keyrir fram hjá þessu alla daga.
formaður hérna ESU-nefndar keyrir fram í þessu alla daga, Haugarnir hjá Framnesi. Þau voru rosalega stoltir af því að þau skildu geta hérna breikka gangbrautina. Nú er komið nýr eigandi, skildur hafa gengið frá eignarskiptunum? Nei, nú kemur nýr eigandi að húsinu, hann tekur bara gamlu lóðinu sína. Og þeir malbyggu þetta, en það er hvorki að komast upp á malbygginu eða niður af því, vegna þess að það er hár stígur. Skildu þeir ekki sjá þetta? Sviðstjórinn, hann keyrir líka þarna fram hjá alla daga og leiðin í vinnuna. Ég fer efri leiðinu þetta fer svo töðunar á mér. Ég ætla að koma aftur upp á eftir og þussa hans í ykkur og ég þakka fyrir í bili. Það fyrir húnar, svona til árætningar þá manstu það að þú ætti ávarpa forseta alltaf þegar kemur ræðustól og það er bara hluti af því hvað sem hann er að halda fundarsköp. Hins vegar líka að nota nöfn manna, ekki það að menn ekki aldur þeirra ef þú ætti ávarpað á fundinum. Hafa það í huga. Svona upp á all fundarsköp. Orðið er laust fundargerð Bæjarráðs. Ég ætla að fá að kveða með aðeins hljóðs hér og koma inn á örfá atriði aðalega kannski að svara svara þessu. Sko aðeins til árætningar. Það er hárrétt sem kemur fram að skuldarhlutfall sveitarstjórnarfjarðarbæjar er 161%, meðan samstæðan A og B hluti og er núna í 123,6, ég man ekki hvort það er núna, og við erum að eiga við þungarekstur. Fjarðabyggð mun alltaf verða í þungurekstri. Það er bara liggur svolítið í hlutarins eðli þar sem við erum fjölkjarna sveitafélag sem mun þurfa og mun ætla sér að reka þjónustu held ég sem víðast fyrir sína íbúa til þess að efla hverfin sín. En þetta hefur verið viðfangsefni núna síðustu ára og verður áfram að stilla af rekstur sveitafélagsins á móti þeim skuldbindingu sem það eru sem sveitafélagi hefur og verður það verkefni fram með 2023 þegar að skuldarhlutfall Fjarðabyggðar verður komið niður eða sérst hérna vaxtabyrjandi skuldir með það þá komnar til viðræðansins horfs. Þannig að það er að hárrétt og við þurfum að taka á því í sameiningu en það þarf að taka á því líka þeirri skynsemi sem gerir það verkum að við höldum uppi þjónustu okkar íbúa og við höldum uppi góðu skólakerfi, góðu félagslegu kerfi. Þetta er mikil línudans, getum huggjum að umhverfismálum svo framvegis. Þannig að ég svo sem fagna því að það komi inn í það fleiri tillögur, hvernig við ætlum okkur að takast á við það og það er bara hinu góða. Ég tel að í fjárhagsáætlun gerð núna, við höfum unnið hana líkt og við höfum gert síðustu ár, við höfum unnið hana inn í nefndum, við höfum tekið henni til Bæjarráðs, tekið það umræðu og erum nú svo að fara á næstu að leggja hann drög á næsta fundi Bæjarráðs og síðan fjárhagsáætlun þegar afgreiðslu fyrri umræðu þar á eftir. Þannig að tímum mun nýtast til í það. Mér finnst ég vera svona bara eins og liðin ár, vera svolítið svipum stað sem er að greina og auðvitað eru nefndirnar að greina og hefðu áhuga á fleiri og meiri peningur til þess að sinna ýmsum verkefnum sem þar eru. Síðan þurfum við bara að velja og hafna í lokadrögunum. Hvað var það viðhald fasteigna Fjarðabyggðar? Þá er það svipað með Fjarðabyggð og sjálfsagt vel flest fyrirtæki og sveitafélög á landinu að í kringum efnahagshrunið var dregið mjög úr viðhaldi og þess sjást ennþá merki hjá okkur eins og annars staðar. Við höfum held ég nú á mörguleiti náð ágætis árangri víða, við þurfum að gera betra annars staðar. Hvort að nefndamenn séu inn í innréttingum í stofnunum sveitafélagsins sem er nú ekki síðan 1940 rúnar, þá það sem Breiðablikur nú örlítið yngra heldur en það, að þá snýst það kannski fyrst að reyna að forgangsraða þeim fjármunum og síðan starfsmunum okkar reyni að nýta þá sem best. Ég bæjarfulltrúi mun ekki verið inn í einhverju einasta hús í sveitafélagsins, en það er það kostur að þeir hafi sem víðast yfirsýn. En til þess höfum við líka starfsmenn. Það er bara þannig. Og okkar er að setja upp stefnurnar, útdeila fjármununum og síðan starfsmanninn okkar að framfylgja þeim ákvörðunum og vinna með þá fjármunum sem hafa hverju sinni. Þá þarf ofta að forgangsraða, því miður.
Ég er vissum að hérna, þeir sem starfa hérna framkvæmdasviði myndu vilja vera með viðhald í topplagi alls staðar. En þeir þurfa að forgangsraða eftir þeim verkefnum sem eru. Og það er ekkert að leyna, það hafa verið gríðarlega kostnaðarsamar viðhaldsframkvæmdir bæði í skólum á Norðfirði og Fáskrúðsfirði, núna upp á síðkastið. Menn hafa þetta gripið til þess að fara strax í það sem sveppir, það sem hefur fundist merkjum svepp til þess að ógna ekki heilsu barnanna okkar. Þannig að ég held að það hefur unnið ágætlega í því, en það hefur verið kostnaðarsamt og heilt yfir þetta að starfsmennur okkar standi sér nú ekki illa og hafa það í huga að þeir eru ekki hér til að svara fyrir sig á fundum bæjarstjórnar. Hvað viðvíkur því að ég keyri fram hjá Haugum eða aðrir? Ég verð nú viðurkenna að ég man ekki eftir þessum Haugum, en oft má gera betur. Oft komum þeim athugasemdafæri, oft er verið að vinna líka á verkefni sem við höfum ekki öllu leyti mannskapinn til þess að klára og þá dragast þau. En heilt yfir þá held ég að við viljum öll eins og þú að það sé metnaður í því sem við gerum það vel og höfum það í huga inn í framtíðina. En fleiri ætla ég ekki að segja hér núna, orðið laust fundargerð í Bæjarás, lengt hvað þessi ljós, Rúnar Már Gunnarsson, gjörðu svo vel. Gjörðu svo vel. Við erum hér til að fara vel með Fjarðabyggðar. Ég sagði reyndar að innréttingarnar í Breiðabliki var eins og 1940. Það var ekki síðan 1940, heldur eins og 1940. Það er heilmikill munur á því. Svona smáatriði eins og innréttingar í Breiðabliki, þar voru til peningar sem fóru í grunnuppfyllinguna. Það kostaði 16 milljónir. Ég hefði alltaf að byggja mér hús fyrir 40 milljónir, þá hefði ég ekki verið tilbúin að borga 8 milljónir fyrir að grafa grunninn. Það kostaði 16 milljónir að fylla í 2 grunna, þá kostar 8 milljónir að taka úr einum, fylla í 1. Ég hefði ekki verið tilbúin að borga 8 milljónir fyrir það. Við þurfum örlítið í öllu sem við gerum að hugsa alveg nákvæmlega eins og þurfum að gera þetta sjálf. Við erum ekki bara með opinn tékka á Fjarðabyggð. Vegurinn sem ég gerði hérna við hesthúsinu kostar 20 milljónir. Það hefði mátt gera fyrir 5. Það hefði mátt gera upp margar íbúðir og laga margar íbúðir í Breiðabliki fyrir þá peninga. Og ég get haldið áfram að lesa hér upp í allan dag ruglinu sem er í Fjarðabyggð og peninga austrinu sem er hér og þar út allt. Og ég ætla að vona bara að nýr bæjarstjóri sem er kominn, hann fara að taka á þessum málum og stoppa af þessa eyðslu sem er út allt sem er óþarfi. Hvort sem að fólkið er starfsfólki Fjarðabyggðar, en það má alls ekki setja út á það nokkuð skapaðan hlut, þá verður erfitt að reka sveitarfélagið. Og formenn nefnda, eins og ég nefndi áðan, og nú, ef mér satt að ég nefna nöfni, ég held ég mætti ekki nefna nöfn. Þess vegna nefni ég, segi ég sviðstjórin, en ekki nafnið. Formaður nefnda eins og Einar Már, hann á og hefur skyldu að skoða allar eignir Fjarðabyggðar, hann er yfir þessari nefnd. Hann á að ganga í og skoða gagnrýnið þessa sprungu og hinna sprungur. Það gerir ég. Við erum ekki nefnt eitt einastu hús í Fjarðabyggð sem ég veit ekki hvernig það lítur út. Það kan vera Rúnar. Eydís Ásbjörnsdóttir beðið orðið og svo Einar Már. Gerðu svo Eydís. Forseti. Ég vil fordæma þær aðdráttanir sem hér hafa verið hafðar í garð starfsfólks hjá sveitarfélaginu. Og það hér í bæjarstjórn þar sem fólk getur ekki svara fyrir sig og ég bendi háttvirtum fulltrúa Miðflokksins á að snúa sig beint til bæjarstjóra með sínar áhyggjur og gagnrýni sem snúa að starfsmönnum. Við skulum taka önnur samtölu við þið sem snúa að málefnum og stefnu sveitarfélagsins. Þakka fyrir Eydís. Einar Már, gerðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar, mér þykir það nú býsna sérkennilegt að hér komi maður ferskur mjög inn í bæjarstjórn og ætla að vera að kenna mér að vera formaður í nefnd. Ég vona að minnkusti leksíurnar verði þá örlítið málefnalegri heldur en núna. Ég get ekki ímyndað með það að það sé hlutverk formanns ESU að fara að skoða sprungur í hverju einustu eign Fjarðabyggðar. Við erum með starfsfólk til þess að gera ákveðna hluti
Það er nefndin sem hins vegar fer yfir hlutin og við reynum auðvitað að bæta það sem við getum og koma ábendingum á framfæri og það er okkar verkefni. Hins vegar er rétt að endurtaka það að ef að bæjarfulltrúar hafa eitthvað út á störf einstakra starfsmanna að setja, þá er venjulega farið þá leið að ræðum það við bæjarstjóra. Það er allt í lagi að ræða það við formenn nefnda og formenn nefndar getur síðan farið og rætt við viðkomandi starfsmenn ef hann er yfirmaður. En formenn nefnda eru ekki að fara yfir einstaka verkefni, einstakra manna í störfum hjá bænum. Það er bara ekki þannig. Við hins vegar auðvitað, og það er kostur að hafa sem besta yfirsýn yfir hlutina, en við erum með auðvitað ákveðið lag á því hvernig rætt er við starfsfólk. Og það þarf auðvitað að við hafa það. Ekki þannig að til dæmis atvik sem átti sér stað eins og menn vantilega þekkja á Húsavík þegar bæjarfulltrúi óskaði eftir leyfi í framhaldi af því að hafa farið og rætt við einstakar starfsmenn ákveðin verk. Slíkt gera bæjarfulltrúar ekki, heldur fara þeir réttar boðleiðir. Það er algjört grundvallaratriði. Þannig að ég vona nú að ágætur bæjarfulltrúi Rúnar Gunnarsson, ef hann vill taka mig í kennslustund í nefndarstörfum, að hann gerir það þá bara svona í róligheitum yfir kaffibolla. En ég kæmi mér ekki óvart að svo leksía gæti nú líka kannski orðið einhvað á hinvegin. Þannig að við getum kannski skipst á reynslu og þekkingu, þannig að við erum kannski báðir betri menn á eftir. Það held ég að sé vænlegra heldur en það að fara hér upp og í raun og veru vera með vægt til orðateki allverulega deilur á einstaka starfsmenn. Það finnst mér alls ekki viðeigandi. Mér finnst hins vegar alveg ljómandi gott að Rúnar komi hér upp og bendi á margs konar rugl, með þess að sumt að því rugli sem að við sem vorum hér í minnihluta á síðasta kjörtímabili bentum stundum á og það held ég að sé, og ég get verið alveg sammála bæjarfulltrúum í því að ég vona svo sannarlega að nýr bæjarstjóri okkar taki til á öllu vikstöðum sem þörf er á að taka til í. Það er bara mjög mikilvægt og ef að bæjarfulltrúin sér eitthvað sem hann tilur megi betur fara, þá finnst mér eðlilegt að hann komi því á framfæri á réttan hátt, en mér finnst það hreinlega, og ég get endurtekið það eins og framöfu komið hér, bara alls ekki viðeigandi að við séum að ræða hér vinnu einstakra starfsmanna, hvernig þeir hafa staðið sig vel eða illa á bæjarstjórnarfundi. Það finnst mér alls ekki og við getum auðvitað kallað einhvað hauga sem aðrir myndu kalla hrúur, þetta er auðvitað allt saman matsatriði og það er svipað eins og með aldur okkar, útlit og síðan innri aldur eða hugsunarhátt, hann getur verið afar misjafn og er ekki endilega að fæðingarári segja allt til það. Ég verð til dæmis að gleðja ágætan bæjarfulltrúa Rúnar Gunnarsson með því að mér þykir hann á ýmsu leyti býst mikið fórnari heldur en ég í hugsunarhætti. Og ég held að það sé nú bara til dæmis það flokksvali sem hann valdi sér sé nú mjög gott dæmi það að það er nú ekki eins og framfara sinnaðasta fólk landsins hópist þar inn, sé nú ekki að það segja það og ég vona hins vegar að háttvirtur bæjarfulltrúi fari ekki að taka til fyrirmyndar borgarfulltrúi einn úr sama flokki sem því miður hefur verið nokkuð einbeittur í því að ræða einstaka starfsmenn. Ég vona að þetta sé ekki lína þaðan. Þakka þér fyrir Einar. Karl Óttar hefur beðið orðið bæjarstjóri Gerðisvík. Karl. Forseti, virðulegi bæjarfulltrúar, ég ætlaði bara að fá að svara orðum Einars. Ég tek svo sem undir það sem komið fram hjá síðustu tveimur ræðumönnum það það sem þar kemur fram og þá sérstaklega með það að ræða starfsmennina sem leggja sig í líma að vinna eins vel fyrir bæjarfélag og þeir mögulega geta. Að þeir séu ekki teknir fyrir hér og ég vil bara ítreka það að dyr mín að standa ykkur opnu til þess að ræða þessa hluti og ég hef nú komið í alloft á framfæri við þig og við höfum svo sem átt samræður að þú komir þess á framfæri og það er þá hægt að gefa viðkomandi sviðsstjóra tækifæri þess að útskýra þetta. Í ræðu þinni kom einnig fram kröfur ýmsar aðgerðir sem heyra undir framkvæmdasvið og þannig að það er svona tvíbent skilaboð hjá það er annars vegar sparnar en hins vegar líka framkvæmdir þannig að við þurfum endilega bara að hittast og setja saman og fá skýra mynd á þetta. Ég kalli því að það sé ekki vera að ausa starfsmenn sem hér get ekki svara fyrir sig heldur bara að komið til mín og okkar og við ræðum þessi mál saman. Takk. Hann er búinn, Rúnar Már Gunnarsson er beðið orðið, hann hefur rætt tekið til máls tvísvar eins og bæjarfulltrúar þekkja, tvísvar í hverju umferð. Hann telur að það hafi verið beint í sín spurningu
sem að má þá svara eins og kom hér fram á síðasta bæjarstjórnarfundi þar sem teljum beint því spurningum eða þurfa að bera sér sakir. Ég held að það sé enga sakir í þessu tilfelli, heldur einungis þá spurningi sem snýrist þá borgarfulltrúan í Reykjavík, gerir það fyrir. Og sem á að skilja í spurningaformi kannski Einari, hún að gera svo vel. Þú mátt svara því í þessu. Já, ég get svarað því að ég svo sem hef ekki hitt hennar borgarfulltrúi í Reykjavík og ekki að fara í hennar fótspor. Ég ætla að bera með sakir í liðinni, veist ég komið það. Ég bara átta mig ekkert á því hvaða starfsmann ég var að ráðast á þó ég hafði nefnt það að hann hafi keyrt fram hjá þessum sömu haugum. Ég veit ekki hvort að það voru einhverjar ásakanir í því að hann hafi keyrt fram hjá þessum haugum. Ég bara mann ekki meir. Hvað fyrir húnar? Karl Óttar hefur beðið málið bæjarstjóri, gerðu svo Karl. Eins og ég sagði þá ætla ég nú ekki að fara að munnhöggvast, eða virðulegur forseti, bæjarfulltrúar, ég ætla ekki að fara að munnhöggvast við hérna eins og ég ræddi þá hittust við bara á skrifstofunni. Ég ætla bara að útskýra það að það var það sem þú sagðir að þeir væri hérna í vinnu í því að ausa peningum og bara núna sætur í því að reyna að fá eins mikla peningu og ég gæti þess að eyða. Já, við ræðum þetta bara á skrifstofunni. Það var það sem ég var að meina þegar ég vísaði til þessa að eins og þeir sætu bara á skrifstofunni að reyna að ausa út peningum en ekki að vinna eins vel fyrir sveitafélagi eins og ég sagði áðan. Það var nú ekki annað en við ræðum þetta Rúnar á skrifstofunni, þú kíkir á mig. Það ekki? Takk. Takk að veri Karl. Orðið laust fundagerðir bæjarráðs. Einar Már, gerðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar, ég áttaði mig nú ekki alveg á en það var nú ekki mikið úr því að svara spurning frá mér. Ég var bara að vonast til þess að fyrirmyndin væri ekki og það er ágætt að fá það staðfest að fyrirmyndin er ekki tekin úr borgarstjórn Reykjavíkur. Þannig að ég vona að þetta verði að sjálfsögðu allt til mikill að bóta. Ég get þó bætt við ágætt orð bæjarstjóra varðandi það þegar var verið í að fólkið, starfsfólki hérna, vegna þess að það var verið að gefa í skyn að menn inn ekki verkin sín almennilega og það getur meir en verið og það var nefnt hér ákveðið dæmi og það er augljóst mál að þar hefur ekki verið staðið að verki kannski alveg eins og menn hefði viljað en ég hefði viljað að við leituðum skýringa á því áður en við færum að blása það út hér. Það hlýtur einhver skýring að vera á því að hvort þetta er rétt ólokið eða hvað. Ég hef séð þessar hrúur sem ég vil nú kalla þarna en ég hef nú gert mér vonur það að þessi er nú kippt í liðins fljótlega en það er að vísu búið að taka held ég of langan tíma, ég held ég getur verið að sammála það en einhver er skýringin og við þurfum að leita hennar og ég ítreka að það er ekki viðeigandi að vera að hjóli í verk fólks sem að hreinlega getur ekki gefið okkur skýringarnar og er ekki á fundinum bara þannig að við stígum skref fram á við í þessum málflutningi þá getur bæjarfulltrúi, þá held ég að það sé rétt að gera það og það er ekki þannig að það séu lokaðar hurðir hér á bæjarfulltrúi ef þeir vilja koma einhverju á framfæri og ég vona að ágætur bæjarfulltrúi nýti sér boð bæjarstjóra til dæmis það að þar sé hurðin yfirleitt alltaf opin þegar nálgast. Takk að þér Einar. Aðeins að fá hvaðan við bara hljós hér til að slá kannski botnin í þá umræðu sem fórsti bæjarstjórnar hefur verið síðan 2010 þá er það afar brýnt að bæjarfulltrúar gæti þess hér í þessu ræðustól að við ræðum stefnur og hvaða stefnur menn hafa, hvaða stefnur menn vilja taka menn geta haft ágreiningu það stefnur við ræðum hvernig við röðum fjármagnin til verka en bara líkt og að hefur komið fram við ræðum ekki einstaklingar sem eru hér á fundinum sem ekki geta svara fyrir sig þá þurfum við að taka þá umræðu þurfum við að taka og þá öðrum vettvangi við teljum að það sé einhver sem ekki standi undir þeim skildum sem þeir hafa en síðan er rétt að hafa í huga að í þessu sem öðru að þó við höfum á því mismunandi skoðanir hvernig við forgangsröðum verkefnum hvernig gengur að greiða niður skuldir sveitafélagsins og hvernig farum við fjármagn þess þá held ég samt, heilt yfir og getum bara verið stolt af sveitafélaginu okkar. Það er ekki gallalaust. Það eru verkefni sem áttur að leysa og það verða næg verkefni í framtíðina. En það er líka afar mikill kostur, hvort sem maður er í meiri eða minni hluta
við erum bara bæjarstjórn líka fyrir samfélagi heilsinni að tala upp þá hluti líka sem hér vel gert og hér bara margt vel gert. Við getum gleymt okkur í umræðu hrúgur og brotin grindverk og svo sannlega ekki að lítið úr því að þeim málum þarf að halda vel á og gæta þess og reyna að laga það. En við getum líka rætt það stundum hér uppi að hér gott skólakerfi, hér gott félagslegt kerfi sem heldur utan fólk sitt. Stjórnsýslan okkar, jú, hún getur verið gagnrýnd, hún sé þung, en heilt yfir held ég í henni sé ekki marga brotalamir. Það líka kostur þegar að maður sér það dúkkur frumstæðar, ég vona sannlega að það svo sé ekki. Og við eigum gott mæli og gerum bara margt mjög vel. Og það líka nauðsynlegt að heyrist úr þessum ræðustól með reglum millibili. Það sem við gerum vel. Og mér finnst það ekkert síður mikilvægt að leiða við bendum á að hluti sem við gætum gert á betur til framtíðar en að það sé margt líka gott sem við erum í gangi hér núna. Og hluta því að við skuldum peninga það að við fórum í gríðarlega uppbyggingu til þess að hlúa þessu samfélagi og til þess að gera það tilbúið til að takast á við stóru verkefni og fóstra þá atvinnuuppbyggingu sem var og inn í framtíðina og gerir okkur hæft að taka á móti fleira fólki og fleira nýja fólki og fullt af þeim verkefni sem glífum núna þegar maður geti fjárfestir svo mikið meira fyrir á hverju ári eins og maður segir stundum ákveðin lúxusvandamál því að það að fjölga og það svona margt sem horfir til þess að við séum í sókn og þá þurfum við líka að segja það og muna eftir því, megum ekki gleyma okkur í hinu en eðlilega munum við takast á hér stefnu og framtíðin og svo framvegis en minnast þess líka að margt vel gert og það höfum við bara gert saman í gegnum tíðina og getum verið bara mjög stolt af því. Ég held að allar stærstu ákvarðanir sveitarstjórnar Fjarðabyggðar sem hafa teknar bæjarstjórnar Fjarðabyggðar á síðustu árum hafa verið teknar hér í sameiningu og það til þessu sveitarfélagi til mikils haps held ég. Þetta veit ég bara bæta við en orðið laust Fundagerði Bæjarráðs vill fleiri hverjars ljós. Svo verðist ekki verið þá berið þær allar þrjár til afgreiðslu sem samþykkja með skíðamerki. Það sagði þetta með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í fundagerð eignaskipulags- og umhverfisnefndar númer 216 orðið laust hana vill einhver kveða sér ljós. Svo virðist ekki vera, ég ber hana til samþykktar þess maður samþykkja, hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er að fundagerð menningar- og nýsköpunarnefndar númer 5 orðið laust hana vill einhver kveða sér ljós. Svo virðist ekki verið, ég ber hana til samþykktar, hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er að fundagerð fræðslunefndar númer 61 orðið laust hana vill einhver kveða sér ljós. Svo virðist ekki verið, ég ber hana til samþykktar, hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er að fundagerð íþrótta- og tómstundar númer 53 orðið laust hana Dýrum Pála Skaftóttir gerir svo vel. Forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar. Það ég ætla að byrja á 7.1 lýðheilsa ungs fólks. Það var góður fundur eða kynning sem við fengum í nefndinni og verður bara gaman að sjá hvernig við vinnum úr því og það á mörg að taka. Mér langar bara að þakka Margréti fyrir góða kynningu. Síðan vil ég fara undir lið 7.3 fjárhagsáætlun íþrótta og tómstunda. Bara svona aðeins svona hugleiðingar mínar sem mættu fara þar inn. Sennilega ætti ég að fara með þetta áhyggjuefni mitt kannski undir ESU-nefndina en læt það engu síður fara undir málefni íþrótta og tómstundunefndar enda fer sú nefnd með málefni félagsmiðstöða. En ég vil lýsa áhyggjum mínum af húsnæði félagsmiðstöðarinnar hér á Reyðarfirði og taka undir orð formanns hér fyrir í haust þar sem hún lýsti því á bæjarstjórnarfundi að þetta húsnæði væri í raun öllu óboðlegt hvort sem við erum að tala unga fólkið okkar eða starfsmenn félagsmiðstöðarinnar og væri bara þetta eitthvað sem við þurfum að skoða mjög alvarlega og vona að ég sjá einhvers staðar
úrbætur þessa efnis innan fjárhagsáætlunar. Svo líka í kosningunum núna í vor, þá var samhljómur allra flokka það að við þurftum að opna félagsmiðstöðunar okkar að hluta yfir sumarmánuðina og koma þannig til móts við þarfir yngsta stigs nema sem að hafa lítið sem ekkert fyrir stafni yfir þessa mánuði og ekki síður til þess að auka starfshlutfall starfsmanna félagsmiðstöðuna sem að eru í lágri prósentu, sem sagt eru ekki með vinnu við sumari hjá okkur, en með því myndum við sennilega halda í gott fólk og það er þörf, mikil þörf fyrir því að við opnum þessar félagsmiðstöðar. Og það er bara virkilega von mín að við getum framkvæmt þetta strax næsta sumar. Og að lokum langar mig að minnast á samgöngur fyrir íþróttaiðkendur okkar. En það er nú svoleiðis núna í dag að ef þú ert í fótbolta, þá kemstu fram og tilbaka heima frá þér. Ef þú ert iðkandi á skíðasvæðinu, þá kemstu að heiman auðvitað. En ef þú hefur áhuga á stundar aðra íþróttir sem ekki eru til staðar í þínu hverfi, þá ertu í vandræðum og þarft jafnvel að hætta við að stunda þá íþrótt sem þið langar til þess að stunda. Og hér er stór mismunur hjá okkur á milli barna og iðkenda og þetta þurfum við bara að leysa. Þakka fyrir dýrun. Orðið í laust fundagerð íþrótt tónstenda. Pálína Margeirsdóttir beðum orðið. Gerð svo Pálína. Já, forseti og góði bæjarfulltrúar. Eins og dýrum kom inn á, þá er þetta náttúrulega allt efni sem við höfum verið að skoða og vonandi bara komumst við svolítið áfram með það núna í vetur og í þessari fjárhagsáætlun. Það er náttúrulega ég held að við séum öll sammála að við þurfum úrbætur, alveg sama hvort við erum að tala húsnæðið okkar og það er náttúrulega misilla farið, ég ætla ekki að segja að það sé nokkuð staða frábært, það er félagsmiðstöðar sem við erum að bjóða upp á. Og það er virkilega þörf á úrbótum á mörgum stöðum. Eins og dýrum kom inn á líka í sambandi við svona lengda viðveru sem næði þá út í júní eða álíka. Það er bara, þetta er orðnar kröfur samfélags og svo kannski bara gott í því samhengi að því að Rúna var nú að tala áðan að við hefum komið hérna fyrir bæjarráð og verið heimta meiri peninga að það er nákvæmlega að því að kröfurnar í þjóðfélaginu er alltaf að breytast og fólk vill fá aukna þjónustu og auðvitað viljum við gera betur líka og það er nákvæmlega eins og í þessum málaflokkum að þarna í lengdu veiðvörunni við viljum gera betur í félagsmiðstöðunum okkar. Ég held að það sem okkur greinir kannski mest á og þá er ég ekki að tala okkur sem erum hér heldur bara svona fólkið í samfélaginu okkar. Það er til dæmis, við eigum frábær skólahúsnæði bara á öllum stöðum. Getum við nýtt það betur? Þurfum við að vera fyrir utan skólana? Það er þetta sem við þurfum, ég sé fyrir mér að það, þú veist, allsstaðar erum við sammála það, þetta er ekki nógu gott, við þurfum að gera betur og í það vantar okkur peninga að því við viljum gera betur fyrir fólki sem er með börnin hérna og veit ekkert hvað að gera við þau í júní og viljum ná að samtvinna þetta allt saman, miklu betur saman og gera eins og því erum bara að koma inn á bara miklu skemmtilegri og fjölbreyttari störf fyrir þá aðila sem eru þannig kannski heilsa á störf, þau verða meira spennandi, fá mörgulega meira fagfólk inn í þau eða við látum okkur dreyma það að þá verði störfin svona eftirsóknarverðari þannig að ég hef fulla trú á því að við komumst eitthvað áfleiðis í þessu í vetur. Hvað verið Pálína vilja fleiri hvað þessi hljóðsundir fundagerð íþrótt tónstendar? Einar Már. Forseti, góði bæjarfulltrúar, þakka Írinu Pálu fyrir ágætar ábendingar hér. Ég held að þetta sé þörf umræða. Við höfum rætt þetta og ég tók eftir því líka í aðdraganda kosningana að það var nokkur samhljómur í því að við þyrftum að gera stór átak í starfinu við félagsmiðstöðvarnar og aðstöðunni við það og þetta er bara verkefni sem býð okkar og það er mikilvægt að við tökum á þessu og eins sem kom fram í máli Pálínu að það er mjög mikilvægt að við ræðum sem besta nýtingu á húsnæði sveitarfélagsins vegna þess að
það eru þetta hluti af húsnæði eins og þetta með skólahúsnæði sem er ekki notað á sama tíma og félagsmiðstöðunar eru, þannig að það þarf að skoða þetta. Það hefur nú lengi verið talað um það að það væri kostur að hafa þetta ekki í sama húsnæði og það eru þetta ákveðin kostur og það eru kannski galla líka og til dæmis kostnaðar við það. En þetta þarf þetta bara allt saman að skoðast og það eru þetta mjög mikilvægt að við getum tryggt fólki við þessi mikilvægu störf, heilsástörf. Það eru þetta gífurlega mikilvægt atriði. En það er aðeins eitt þáttur að því að ég er nú fulltrúi sveitarfélagsins í stjórn Strætisvagna Austurlands, að þar höfum við verið að fara yfir alla þennan rekstur, má segja frá A til Ö, og það verður að segjast alveg eins og er að þetta hefur ekki verið alveg í nógu góðu lagi. Nú er svo óvissa líka framundan að samningar eru allir lausir áramót. Það er ekki búið að ljúka samningagerð við Vegagerð ríkisins áframhaldandi samninga við ríkisvaldið almenningssamgöngur, en það má segja að það svona sjáið til lands. Við áttum fund með Vegagerðinu bara í síðustu viku þar sem var farið yfir þessi mál og við vonum auðvitað að það takist, en það stefnir allt í það að það verði aðeins árssamningur meðan menn er að vinna að breyttu fyrirkomulagi, og ég vona að við náum utan að það vegna þess að menn eru byrjaðir hér víð land að byggja þetta upp og það er ægileg afturför ef menn eru að stoppa þetta. En það sem snýr hins vegar að íþróttaakstrinum er auðvitað málefni sveitarfélagsins sem slíks. Við erum að reyna að samþætta hlutina eins og við mögulega getum. Það er mjög mikilvægt að núna þegar við förum í þessa endurskoðan allt svona liggi fyrir og við þurfum að finna farvegin fyrir þetta hér innan sveitarfélagsins og það er eðlilegt að íþrótta- og tómstundanefndin fari yfir allan hugsanlegan akstur sem liggur fyrir, því að það þarf þetta samnýta. Það gengur þetta aldrei, við getum aldrei staðið undir því að aka íþróttakrökkunum hverju og einu í allar íþróttagreinar sem væri á sittkurum tímanum. Það þarf líka þetta hinum eina að reyna að samræma og samþætta þannig að þetta nýtir sem allra best. En það er mjög mikilvægt að nefndir farið þetta yfir þetta, taki þetta saman og til dæmis feli sínum starfsmanni að koma þessu áleiðis til Strætisvagna Austurlands, þannig að það sé að vinna úr því, og þetta þarf líka bæjarráðið að velta fyrir sér hvað það er tilbúið að láta mikinn peningi þennan þátt starfseminnar, en mikilvægt er það að gera ekki upp á milli íþróttagreina og iðkenda þeirra íþrótta. Þakka fyrir Einar, orðið laust fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar. Engin kvæðis ljós, ég ber hann þetta samþykkt þessi mann saðingjafinskeiði merki, hún er saðið með 9 atkvæðum. Þá er hér fundargerð félagsmálanefndar 115, og tækifærilega ekki orðið laust að bjóða velkomandi starfa nýjan framkvæmdastjóra hjúkrunarheimilinu í Fjarðabyggð, Ragnar Sigurðsson, sem var að taka við núna á dögunum og var einmitt inn á fundi félagsmálanefndar og eins hér undir framkvæmdastjóra hjúkrunarheimilina, og ég bindi mikla voni við störf Ragnars. Það er mikið verkefni þar framönda eins og við þekkjum all í rekstri þeirra, tengsluðu rekstri þeirra, og það er vonandi að honum farnisti vel. En annars er orðið laust fundargerð félagsmálanefndar. Engin kvæðis ljós, ég ber eftir samþykktar, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er að fundargerð framkvæmdaráðs hjúkrunarheimilina númer 7, orðið laust hana, vill eitthvað þessi ljós. Svo virðist ekki verið í byrjun eftir samþykktar, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er að fundargerð barnaverndarnefndar númer 90, orðið laust hana, engin kvæðis ljós, ég ber eftir samþykktar, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í liðin almenn mál. Og þar fyrst er tillaga frá stjórnkerfisnefnd 2018, eins og bæjarfulltrúar þekkja, þá samþykkti bæjarstjórn að fela bæjarráði hlutverk stjórnkerfisnefndar eins og kveður á í stjórnkerfi okkar, og bæjarráð stjórnkerfisnefnd hefur starfað og verið að fara yfir með bæjarstjóra stjórnkerfi Fjarðabyggðar og annað slíkt, og er hér með sína fyrstu tillögur. Rétt er að árétta eins og kemur fram í tillögunni að stjórnkerfisnefnd mun starfa áfram, hefur óskað því, hún er ekki lokið störfu sínum endanlega en vildi ljúka þessum liðum sem er að komast til framkvæmda og koma þá til framkvæmda þegar bæjarstjórnin staðfest á. En þar er fyrst tillaga að menn hafa séð minnisblað undir þessu í fundarboðinu að veitusvið Fjarðabyggðar verður fellt niður í skipuriti sveitarfélagsins og fellt undir framkvæmd og umhverfissvið og nafni sviðsins jafnframt breytt í framkvæmdasvið. Það leiðandi ábyrgð á veitusviðinu komin á hendur sviðstjóra framkvæmdasviðs. Þá flyst yfirstjórn hjúkrunarheimila frá félagsmálastjóra til fjármálastjóra að öllu því leyti nema þar sem snýra faglegum þáttum
sem þarf þá að koma þar til umræðu. Annars mun fjármálastjóri vera þar yfir framkvæmdastjóra hjúkrunarheimilina og er það vel að þeir vinni saman að þessu. Og síðan jafnframt mun starf umhverfisstjóra færast frá áður nefndu framkvæmda umhverfissviði til skipulags- og byggingamála. Þar er og mun verða þar með skipulags- og byggingafulltrúa og styrkir verður það mat okkar að það styrki bæði þessi störf og styrki þessi við í heild sinni. Þetta er sem sagt tillögur stjórnkerfisnefndar sem hafa verið afgreiddar frá henni samhljóða og hingað inn og jafnframt eins og áður sagði að lagt til að hún starfi áfram og gerum ráð fyrir að hún muni starfa fram að áramótum eða fram undir loka þessa árs og eflaust koma einhverja fleiri tillögur þar frá. En orðið er laust upp þetta, engin guðs ljós, ég ber þessa tillögu til samþykktar. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í lögreglusamþykkt, það er síðar umræða og lögreglusamþykkt var tekið hér upp og í tengslum við nýtt sveitafélag, sameiningu Breiðdals og Fjarðabyggðar. Litlar breytingar gerðar á öðru leyti nema að bæjarritari hefur aðeins komið inn á það með að fólk raði sér í röð. Það er kveðið á það í hérna lögreglusamþykkt en við má ákveða láta það standa áfram það ákvæði. En hérna öðru leyti lögreglusamþykkt hefur ekkert ekki breytingu milli umræðna, allir ganni sleftu og er lögð hér fram til síðar umræðu og samþykktar vill einhverjum sljóðs lögreglusamþykkt. Svo virðist ekki verið að bera upp til samþykktar. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum og tekur gildi. Eða fer í sitt rétta ferli til ráðans og tekur svo gildi. Þá erum við næst hér í umferðarsamþykkt Fjarðabyggðar. Það er vísað frá bæjarráði til fyrri umræðu hér og kom frá eignarskipulags- og umhverfisnefnd. Það er búið að fara yfir þetta samþykkt Fjarðabyggðar, gera henni lítsháttar breytingar og aðlaga að nýju sveitarfélagi. Breiðdalur komið þar undir. Það voru gerðar svona bæjarráð bent á nokkur atriði sem verða að skoða milli umræðna aðalega svona útfærslu sem áttur að fylla inn í en öðru leyti svona heilt yfir er hún nokkuð óbreytt eða það ekki og orðið laustum að þetta fyrir umræða kemur til síðar Einar Már, gerðu svo vel. Forseti, góði bæjarfulltrúar, það er rétt hjá forseta, það er ekki efnislega breytingar á því sem snýr að hinni gömlu Fjarðabyggð en það var ekki umferðarsamþykkt í Breiðdalshreppi þannig að það má segja sá kafli er alveg nýr og það er líklega rétt að vísa samþykktin á milli umræðina aftur og forseti upptekinn svo hann átti sig á. Já, ég held að sé rétt að á milli umræðina þá sé hún send aftur til ESU af því að það er bara svona öryggisventill að senda hann til umsagnar til lögreglustjóra þannig að það sé farið yfir þetta á þeim vettvangi líka. Þannig að ég held að það sé nú aðalatriðið að því að auðvitað er eins og ég sagði áðan nýr kafli Breiðdalinn, hann var ekki til áður og við þurfum að passa okkur auðvitað í öllu þessu að þetta sé geirinelt allt saman þannig að það sé örgara að þetta fari til yfirlestrar hjá lögreglustjóraembættinu. Takk fyrir Einar, hárrétt eins og þetta var ég að ræða við bæjarritara hér við fram við borð þess að fór ég á sæti mínu að þetta færi inn til eignarskipulags- og umhverfisnefndar aftur á milli umræðna kemur þá í ljós bara hvort hún kemur hjá næsta eða það næsta fund bara eftir vinnunni og eins líka þá hvet ég eignarskipulags- og umhverfisnefnd ef einhverjar breytingar hafa komið að tillögur að breytingum að þá að skoða það í leiðinni. Það er alltaf eitthvað séð frá íbúum sem menn eru að benda á með lagningu og annað slíkt. Orðið laustum þetta, einhvers ljós, þá ber ég upp að við vísum þá þessari umferðarsamþykkt Fjarðabyggðar inn til eignarskipulags- og umhverfisnefndar milli umræðna og síðar umræðum fara hér fram þegar að nefndin hefur lokið yfirferð sinni og fengið umsögn lögreglustjóra. Þeir staðan saði ekki hans geða merki, það er saðið með 9 atkvæðum. Þá eru hér reglur vinnuskólans, þetta er hér vísað frá bæjarráði og frá eignarskipulags- og umhverfisnefnd í upphafi. Þarna verið að taka á annars vegar náttúrulega samþættingunni við nýja sveitarfélag, jafnframt að bætt við að gera breyting á 4. grein regluna, það sem var bætt inn í rafsígarettum eða veipbúnaði inn í samþykktina, það sem kveðið á að tóbaksnotkun öll er bönnuð í vinnuskólanum. Jafnframt bætt við þessum nýjungum sem eru í þeim efnum rafsígarettum.
orðið er laust þetta. Enginn ljós í berglindar til saðnættar. Það er saðnættar með 9 atkvæðum. Þá kemur hér að hérna það sem já, og fórseti hefur að taka á sig meðal annars þessi mistök sem átt sér stað vegna stjórn Félagsskjalasafnsins. Á fundi safnefndar sem kom í gegnum menningu á nýsköpunardaginn fór fram tilnefningar í sjálfseignarstofnanir og fleiri ráð á vegum okkar og þar með tilnefndu til setu í Héraðsskjalasafninu. Nú liggur það þannig í að þessi tilnefning fer í gegnum aðalfund SSA. Hafði orðið einhver misbrestur á því að fylgja því eftir hérna til okkar, þannig að tilnefning þar hefur átt sér stað aðalfundinum. Aðalfundur Héraðsskjalasafnsins hefur ekki farið fram, hann mun fara fram í nóvember að því besti veit, en svo tilnefning alltaf stendur og svo fyrir hér er þá aftur kölluð. Þannig að orðið laust þetta, engin þessi hljóð sé berið til saðnættar, þetta er saðnætt með 9 atkvæðum. Góðu bæjarfulltrúar, þá er lokið hér dagskrá, eða dagskrá hér tæmd í dag. Næsti fundur bæjarstjórnar Fjarðabyggðar verður haldinn 1. nóvember þann dag og verður boðið til hans með dagskrá. Ég þakka bæjarfulltrúum fundarsitt í dag og umræður og segi fundi slítið.